Komið sæl, við sjáum hér á gervitunglamyndinni að það eru él hér sem ganga yfir. Búið að gera það núna undanfarinn sólarhring, dimm él og hvöss, en það mun svona smá saman draga úr þeim núna næsta sólarhringinn og svona verða efnisminni. En á Norðausturlandi þar var bjart veður í dag en samt sem áður hvasst. Staðan þessi, það lægð hér yfir Grænlandssundi og hún beinir til okkar hér stífum suðvestlægum áttum með éljum áfram, en það dregur úr henni, hún fjarlægist og svo sunnudaginn að þá kemur önnur lægð við sögu og hún kemur hér, verður nú ekkert sérlega kröpp en það verður svona einhver rigning, slydda, snjókoma með henni og síðan næsta lægð hér í startholunum hér suður af Hvarfi sem kemur við sögu eftir helgi. Það afgerandi kalt og þar leiðandi snjóél hjá okkur áfram. En það koma örlítil hlýindi með lægðarbólunni á sunnudaginn, hlýnar nú ekki mikið og svo kólnar aftur hér þegar hún kemur með norðanáttina, en við sjáum að það heilmikið hér, heilmikið hlýr loftmassi hér skammt suður á landinu svo sem nálgast og það hlýnar verulega eftir helgi. Þar leiðandi. En það eru gular hríðarviðvörun í gildi hér vestan til á landinu og við sjáum að það verður stífur vindur áfram, suðvestanvindur með éljum, hvössum éljum í kvöld og nótt og nokkuð lélegt skyggni svona þegar élin ganga yfir, en í fyrramáli þá munu þessar viðvaranir detta út eins og staðan núna, en það verður samt áfram eitthvað af éljum og svona fremur stífur vindur ennþá. Og það ekki fyrir inn svona seinni partinn að það fer að lægja almennilega en samt sem áður má reikna með að það verði él hér sunnan og vestanlands eitthvað áfram, en þau verða svona eitthvað saklausar en verið hefur. Og sjáum að það svona yfirleitt búið að lægja á landinu seinni partinn víða svona 8 til 13 eða 15 metrar á sekúndu. Og hitinn breytist ekki mikið, hann verður í kringum frostmarkið og síðan kemur þessi lægðarbóla seint annað kvöld og með rigningu, slyddu og snjókomi til fjalla. Hún mun koma sér svo fyrir hér austan við landið og þar leiðandi mun vindáttin snúa sér í norðlæga átt og hún gæti orðið svolítið hvöss hér tíma á Suðausturlandi, svona eitthvað í kringum 15 til 18 metrar á sekúndu. En mun hægari hér vestan til landinu og það léttir líklegast til sunnan og vestanlands víða þegar líður á daginn, en úrkomi samt austan til á landinu, rigning svona yfirleitt við ströndina. Þessi lægð, hún fjarlægist okkur svo og það kemur hér svolítil hæðarhryggur, frekar veikur. Við sjáum hér í skilin sem að nálgast úr suðvestri, en fallegt veður og kalt veður á mánudaginn, en það svona mun svo smá saman þykkna upp þegar lægðin nálgast úr suðvestri. Gæti verið einhver él og stangli svona við ströndina, sérstaklega framan af. Sjáum hér svo skilin komin á landið, þykknar upp með talsverið eða mikilli úrkomu, sérstaklega sunnan til á landinu, en þessi skil eru komin svo yfir landið þá verður svona skúrakenndari rigning hérna sunnan og vestan til landinu, eða rigning með köflum eða skúrir, en farið að stytta upp, jafnvel létta til norðaustan til, við sjáum að það eru mun hlýrra. Í Skandinavíu þar frekar saklaust veður og svona yfirleitt frekar svalt og einnig á Bretlandseyjum, það svona einhver rigning þar, en víða ágætis veður nema þá kannski eftir því sem austan dregur, það svona óstöður á loft og svona víða einhver slydda snjókoma þar, enda svalt. En það aðalega þá þessi lægð hér vestan til á Miðjarðarhafinu sem að valda usla, mikil úrkoma og vindur kringum hana. En í Bandaríkjunum þar fínasta veður, frekar aðgerðalítið veður, nokkuð milt hér við norðausturströndina. Það svona búið að vera svolítið dembur hér við Mexíkóflóa og sem nær eitthvað inn til Texas, en annars aðgerðalítið veður eftir því sem vestan dregur. En það verður áfram stíf suðvestanátt með dimmum éljum eða svona frekar dimmum éljum, en það dregur úr þessu smá saman til morguns. Verið sæl.